Það snýst að læra loftslagsmál með því að keppast að safna stigum á nýju norrænu námskáttinni ofan í skólann. Það hægt að taka þátt á ýmsan hátt eins mikið og maður vill og það ókeypis fyrir alla 12–14 ára nemendur í Norðurlöndunum og já, í rauninni snýst þetta mest að læra meira loftslagsmál og reyna að berjast fyrir því að gera eitthvað í málunum. Og í hverju felst þessi keppni? Keppnin, hún snýst að maður getur farið inn á námsgáttina og skráð sig, kennarinn skráir sig og svo skrá nemendurnir sig og þar getur maður leyst verkefni og fær stig fyrir að leysa verkefni. Sem dæmi, svo getur maður skráð orkunotkun, farið og kíkt á hversu mikla orku notar skólinn minn og það fær maður líka stig fyrir. Og svo maður þarf að gera það 3 svar þar til 23. mars og þá maður líka búinn að fá stig fyrir það og fær svona yfirlit yfir hvað maður búinn að spara mikið á orkunni. Þau sem taka þátt 12–14 ára gömul þurfa í raun og veru að fá allan skólan í lið með sér til þess að draga úr orkunotkun, er það ekki? Jú, það væri alveg frábært ef að nemendurnir gætu gert það. Já. Af því að börn taka svona hluti mjög alvarlega þegar þau eru komin í keppni, sko. Þá þarf þetta að fara alla leið, er það ekki? Jú. En það sem skemmtilegt við þetta, það að þetta mjög sveigjanlegt. Það hægt að nota þetta á margan hátt. Sumir kennarar hafa ekki mikinn tíma og vilja bara gera þessa skráningu 3 svar og búið og aðrir vilja hafa heila þemaviku eða 1 mánuð eða hvað sem maður vill. Og þannig að það sem svolítið skemmtilegt við þetta líka og notendavænt að maður getur tekið þátt eins og maður vill og eins og maður hefur tíma til. Þú nefndir að öll Norðurlöndin eru þáttakendur en síðuskóli hér á Akureyri að opna þetta. Hvernig kemur það til? Já, það kom svo til að við heyrðum að síðuskóli væri með grænfánan og við höfum tækifæri á því að koma hingað til Akureyrar. Og okkur fannst þetta bara upplagt og æðislegt að síðuskóli væri til í að taka þátt og vera fyrsti skólinn sem skráði sig á öllum Norðurlöndunum. Hvað stendur þetta verkefni lengi? Það stendur formlega til frá því í dag, 11. nóvember, sem dagur loftslagsins, norrænn dagur loftslagsins, og fram að 23. mars, sem dagur norrænu landanna. En þið ætla að hvetja skóla þá allstaðar á Norðurlandi til að taka þátt. Hvernig þáttakan heldur til dæmis á Íslandi? Já, við getum bara sagt að áhuginn mikill og svo vonumst við til að sem flestir vilja taka þátt, bæði hér á Íslandi og í öllum Norðurlöndunum, svo að við getum staðið saman að því að vinna að loftslagsmálunum af því að þetta varðar okkur öll. Og hvaða verðlaun nú í boði? Já, ég hef verið spurð þessu áður líka. Já, það hefur ekki verið sagt frá því ennþá. En það mun verða verðlaun og svo náttúrulega líka ávinningar fyrir loftslagið sem loftslagið okkar allra. Er það ekki kannski bara stærsti vinningurinn? Jú, ég myndi nú segja það. En heldur þetta eigi eftir að hafa áhrif bara á hugsun unglinga ef að þetta verkefni nær til þeirra? Já, við erum að vonast til þess að þetta fái nemendur til þess að hugsa málin og taka þátt bæði með því að fræðast efnið og líka gera þetta svolítið skemmtilegt og gera þetta að leik og keppni og þann hátt svona vekja þessa meðvitund. Og eins þá finnst okkur mjög skemmtilegt hvað möguleikarnir eru á því að læra á hvort öðru í Norðurlöndunum. Af því að á suman hátt erum við mjög lík en á annan hátt erum við mjög ólík og við ólíkar aðstæður eins og til dæmis orkunotkunin hér á Íslandi sérstök í norrænu samhengi. Hvernig þá? Já, það svo auðvelt að fá orku hérðan og ódýrara heldur en á flestum öðrum stöðum. Reyndar það svolítið misjafnt eftir því hvað landshluta maður á hérna á Íslandi en á mörgum stöðum á Íslandi orkan mjög ódýr og það mjög einstakt í með við hinn Norðurlöndin sem dæmi. Er það þá kannski vísbending að við förum verr með orkuna því hún kostar minna? Já, mér finnst það spennandi allavega að ræða þetta og fá þessi meðvitund inn. Það má segja það að það allavega kannski ekki sama meðvitund hjá öllum hér í kringum þetta og það
spennandi og gaman að ræða þetta einmitt og tala það og leika sér að þessu fræðsluefni. Þannig við erum svolítið að setja nú setjum við ábyrgðina